Árið 1992, þegar Ómar Örn var 16 ára gamall, hjálpaði Kiddi frændi mér að kaupa bíl og vorum við að gera við bílinn í bílakjallara þar sem hann bjó í Frostafold, þar sem voru margir aðrir bílar. Ég var þar oftast með Kidda frænda mínum og bíllinn minn, svartur Fiat Uno, árgerð 1986, var geymdur þar. Í bílastæðinu á móti mér var stór og mikill grár Buick frá 1950 eða 1960 sem var mjög sjaldan notaður, sá hann aldrei fara úr stæðinu. Ég og vinir mínir vildum fara í rúntinn en bíllinn minn var ekki með skoðun eða númeraplötur. Því voru góð ráð dýr og fékk ég aðra númeraplötuna af Buicknum lánaða þegar við vildum skreppa á bílnum. Afturendi á botninum var alveg klesstur upp við vegg og tók því aldrei neitt eftir því þegar við fengum hana lánaða og settum hana á Fiatinn. Síðan skrifaði ég á pappaspjald sama Buick bílnúmerið í stórum stöfum og setti það á aftan á bílinn. Eitt skiptið keyrðum við svo til Keflavíkur. Því vinur minn var að passa börn þar með kærustunni sinni. Við ákveðum svo að kíkja á rúntinn það kvöld og mætum við svörtu Maríu, Ford Econliner, lögreglubíl og var ég stöðvaður á lögreglunni því það vantaði plötuna aftan á. Ég hafði hvorki ökuskírteini né var bíllinn minn skoðaður eða með réttar númeraplötur. Ökuskírteini? Nei, ég gleymdi því heima. Þegar lögreglan bað ökuskírteini mitt, sagði ég að ég hefði gleymt því heima. Þá báðu þeir kennitöluna mína sem ég gaf þeim, en ég sagði að ég væri fæddur 1975 í stað 1976. Lögreglan kallar í talstöðina að athuga með sviptingu og... Ætlarðu að þeffuga eftir með sviptingu? Engin svipting. Ég fékk svara með engin svipting á þessari kennitölu. Svo spyrjaði mig hvaðan ég að koma og hvert ég sé að fara. Þannig ég orðinn svo stressaður að ég enda með að leiðrétta að ég sé fæddur 1976, ekki 75. En í dag ég ekki alveg viss að þeir hafi skilið það því ég var svakalega stressaður. Já, svoleiðis segja þeir þá og segja svo að lokum. Farðu þangað sem þú þarft að fara og gerðu það sem þú þarft að gera og drífðu þig svo heim. Ég stíg úr lögreglubílnum og fer sæst í ökursætið á bílnum minn. Vinir mínir sem höfðu þóst vera afengisdauðir í bílnum voru mjög hissaðir í kem og keyri af stað. Erum við að fara á löggustöðina, segir Bjarni. Ég svara nei. Hvað sögðu þeir eiginlega, spyr hann. Ég svara, farðu þangað sem þú þarft að fara og gerðu það sem þú þarft að gera og drífðu þig svo heim.